Rannsóknir sýna að lesendur þurfa að þekkja 95 til 98% orða til að skilja texta vel án aðstoðar. Stór orðaforði spáir sterkast fyrir lesskilning og algjör forsenda fyrir almennum námsárangri, sérstaklega hjá þeim sem læra íslensku sem annað mál. Þar sem nemendur tileinka sér ekki öll mikilvæg orð af sjálfu sér þarf að kenna þau markvisst. Kennarar geta þá nýtt sér rannsóknargögn orðatíðni og gervigreind til að velja réttu orðin og sníða verkefni að ólíkum hópum. Hægt að skipta orðum tungumálsins í 3 lög eða þrep eftir þyngdarstigi, merkingu og tíðni í tali og texta. Þessi lagskipting hefur ríkt kennslufræðilegt gildi og getur verið dýrmætt verkfæri fyrir kennara á öllum skólastigum og ekki síður námsefnishöfunda. Grunnorðaforðinn inniheldur algengustu hátíðni orðin sem við notum í daglegum samskiptum, til dæmis hundur, stelpa, lesa. Þessi orð hafa oft einfalda og hlutbundna merkingu og þau lærast í daglegum samskiptum. Almennur námsorðaforði lag 2, en það hefur að geyma orð sem ganga þvert á námsgreinar og fræðasvið og eru mun algengari í ritmáli en í daglegu tali. Orð eins og til dæmis vettvangur, skynsemi eða afleiðing. Þetta eru bæði huglæg orð og blæbrigðarík samheiti. Þriðja lagið síðan sértækur orðaforði eða íðorð. Hér eru á ferðinni sjaldgæf tækniorð og hugtök sem eru bundin við afmörkuð fræðisvið eða ákveðnar námsgreinar. Dæmi slík orð eru til dæmis orðin kolefni, ljóstillífun og frumuveggur. Þekking á lagskiptingu orðaforðans mikilvæg fyrir kennara og höfunda námsefnis, því hún veitir þeim hagnýtan ramma til að stýra, skipuleggja og forgangsraða orðaforðakennslu.